gaman að sjá ykkur. Ég Alli og ég ætla að tala og ég ætla að segja ykkur frá því sem að Guð hefur verið að tala til mín. Fyrir ekkert svo rosalega löngu síðan þá byrjaði Guð að tala til mín og hann var að segja við mig að hann ætlaði að koma mér inn í fimmföldu þjónustuna. Og ég var alveg rosalega ánægður með það. Vegna þess að ég hef farið til Asíu, ég hef verið í Tælandi, þar hef ég séð, ég rak út illa anda þar, fólk var að læknast, fólk var að taka á móti Jesú, sama gerist á Filippseyjum, sama hefur gerist í Danmörku, og Guð, hann að segja við mig, ég ætla að koma þér í fimmföldu þjónustuna. Og ég, æðislegt, ég svo hamingjusamur. Síðan byrjaði ég fá svona dagdrauma, kannski ætla Guð að senda mig svona til Benny Hinn, þjálfa mig í náðagjöfunum og eitthvað svona, æðislegt. En svo byrjaði Guð að tala til mín og sagði, nei, það ekkert svoleiðis, ég ætla að setja þig í þjálfunarbúðir. Þjálfunarbúðir, já, þú nú þegar komin í þjálfunarbúðir, veitu hvað áttu við? Ég hérna í leiðilegri kirkju, hundleiðilegu pastor hérna, það ekkert að gerast. Og það byrjaði Guð að segja mér, nei, þetta algjörlega rangt hjá þér. Þú ert í bestu kirkju í heimi, þú ert með besta þjálfara sem til Sér byrja hann að benda mér á, hefur aldrei lesið það sem Davíð segir, Sálmi 23, stafur þinn og sproti hugga mig. Ég segi, jú, ég hef lesið það, en það á bara ekki við í mínu tilfelli, sagði ég við Guð. Vegna þess að Kiddi sem stjórnar hér, hann ekkert að hugga mig eða gera neitt svoleiðis, því að stafurinn hans og sprotin hans, það böggar mig. Hann alltaf að bögga mig. Þið vitið, hirðirinn, hann var með svona staf sem var svona boginn, af því að það voru svona sauðir sem voru heimskir sauðir, bara eins og ég, sem voru að hlaupa í burtu, þá þurfti hann að smeygja stafnum hálsinn og draga þá að sér. Það akkurat það sem að Kristinn hefur verið að gera við mig vegna þess að ég svo sauðþrár. Ég hef reynd að fara út af þessari kirkju af því það svo leiðilegt, það ekkert að gerast og bla bla bla. Og Guð hefur sagt við mig, hvað þetta að gera? Af hverju þarna? Ég hef ekkert beðið þig eða sagt þér að fara. Ef að ég segi þér að fara, segir Guð, þá mun ég blessa þig út úr þessum svefniði. Þú ert hér af því að ég setti þig hér og hér þú undir stjórn Kristins. Það hann sem á að aga þig. Vegna þess að Guð segir að hvert hans son sem hann tekur að sér, hann agar hann og tiftar. Þannig að Guð með mig núna í þjálfunarbúðum og hann stundum svona tak í eyrun á mér af því að ég ekki alltaf að hlýða. Og það sem Guð vill að ég geri og fari inn í, það að vera með kærleika. Að ég sýni fólki kærleika. Og það eitt af því sem að mér þykir alveg óskaplega erfitt. Vegna þess að ég ofta tíðum umkringdum ekkert nema heimskingjum, vitleysingjum. Málið bara það að ég sem svona vitlaus og heimskur. Ég vil bara fá eitthvað fyrir mig. Þegar ég hef verið að tala við fólk, þá ég oft bara með svona nefið uppi. Ég meira en þú. Ég númer 1. Ég gerði þetta og ég gerði hitt. Tælandi, Filippseyjum, Danmörku, hérna á Íslandi. En Guð að segja, þetta skiptir ekki nokkur einasta máli. Það eina sem skiptir máli kærleikur. Og þegar Páll fer að tala kærleikan,
í 1. Kórinthubréfi, þá er hann að tala eitthvað sem Guð var að útskýra fyrir honum. Hann er að segja, ef þú hefur ekki kærleika en þú hefur trú, það skiptir bara engu máli. Þú er bara 0 og nix. Ég ætla að fá Guð til þess að hjálpa mér til þess að vera kærleiksríkur, vegna þess að fyrir mörgum árum síðan þá fékk ég draumsýn. Vitið þið, fyrir mörgum árum síðan þá var ég alkohólisti og var hættur að drekka. Þá bjó ég á Blönduósi og þá fékk ég draumsýn. Ég var endilega að segja ykkur að sum ykkur hafa heyrt þessa draumsýn áður. Og það var þannig að ég sá mann sem var á svona pyndingastaur. Hann hékk svona með báðar hendur. Hann var alls nakinn. Það var þarna maður sem var að berja hann með svona svipu. En inn í þessu svipu, það var svona leðuról, það var búið að setja svona járnhluti inn í leðrið. Þannig að þegar hann var sleginn, að þá snerist leðurólinn utan líkama hans og síðan var dregið. Þannig að það var eins og að vera að skera hann. Og í þessari draumsýn, þá var það ég, Alli, sem er að berja þennan mann. Allt í einu snýr þessi maður sér við og horfir beint í augun á mér og segir, er þetta virkilega þú eftir allt það sem ég hef gert fyrir þig? Allt í einu þá uppgötvaði ég að þetta var Jesús Kristur og ég var að berja hann vegna þess að ég var að fara og segja að ég væri alkohólisti. Þegar hann var búinn að lækna mig, ég var raun og veru að skyrpa á blóð Jesú Krists. Ég var að segja, blóð þitt Jesú er ekki nóg. Ég man þegar ég vaknaði hvað ég grét. Mér fannst þetta svo hrikalegt. Nokkrum vikum seinna fekk ég aðra draumsýn. Þá sá ég Jesús á krossinum. Það var einhver hrikalegasta sýn sem ég nokkuð tímann séð. Því hann var á krossinum og það er ekki eins og við höldum að hann hafi verið í einhverjum nærklæðum. Nei, hann var gjörsamlega nakinn og það var búið að misþyrma honum svo óhugnanlega. Ég sá hvernig hann leit út og ég sá blóðið renna. En það sem að ég sá líka í þessari draumsýn var að það fyrir ofan hann var blað. Og þar var nafnið mitt ritað með blóði Jesú. Og í andanum, eða í draumsýninni heyrði ég að það var sagt við mig, þetta er bók lífsins. Nafn þitt er ritað í bók lífsins. En ef að þú bregst mér, þá mun ég þurrka nafn þitt út. Og ég sá hvernig nafnið dofnaði á blaðinu. Lengi vel skildi ég þetta ekki. En síðan þegar ég fór að skoða Opinberunarbók Jóhannesar, þar sem hann að tala til söfnuðanna 7, þá sé ég að Jesús er sá eini sem getur þurrkað nafn mitt út úr lífsins bók. Ef við skoðum að því að Guð er að tala svona við mig og ég er svona maður sem hefur oft verið reiður, beiskur, og ég er hræddur við Guð. Ég get bara sagt ykkur það, ég er hræddur við Guð. Að Guð, hann sýndi mér í Mattheussu 7:21, og þetta er eitt af því sem ég er alveg rosalega hræddur við. Hann segir, og það er Jesús sem er að tala, og ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur. Hann segir, ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem er á himnunum. Vilji Guðs fyrir mitt líf er að ég sýni kærleika, að ég breyti mér. Ég get ekki breytt öðrum, en ég get breytt mér. Síðan segir hann, margir munu segja við mig á þeim degi, Herra, Herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, það er Jesús sem segir, aldrei þekki ég yður,
fari frá mér illgerða menn. Það sem ég hræddur við það að því að ég á það til að upphefja sjálfa mig. Ég hef gert þetta og ég hef gert hitt og ég alltaf að benda á sjálfan mig. Það var ég. Þetta það sem ég hræddur við. Ég ekki alltaf að gefa Guði dýrðina. Þetta eitt af því sem að ég hræðist alveg óskaplega mikið. Og þess vegna veit ég að Guð að tala við mig og Guð að segja við mig, ef þú ætlar að vera í minni þjónustu, þá þarf þú að breyta þér, þú þarf að fara inn í kærleikann. Ekki að vera þykjast, heldur að vera í kærleikanum. Fara og þykja vænt fólk, elska fólk. Það skiptir ekki máli hvernig fólk á litin, það skiptir ekki máli hvaða trúarskoðun fólk hefur, það skiptir ekki máli hvaða kynhneigð fólk hefur. Elskaðu fólk, byttu fyrir því og leitu það inn í mitt ríki, vegna þess að Guð segir, hann segir að allir sem á jörðinni tilheyra honum. Djöfullinn segist eiga jörðina. Nei, hann á ekki jörðina, hann bara með hann á leigu, en þegar leigutíminn rennur út, þá mun Jesús taka við aftur. Og þá spurningin, þegar ég kem fram fyrir Jesú, mun hann segja við mig, aldrei þekkt ég þig, illgerðamaður. Vittu, ég hræddur við þetta, ég hræddur við Guð, vegna þess að ég veit hvernig ég hef oft hagað mér. Stundum ég að tala einhverja eintóma vitleysu. Stundum ég að bulla. Og ef við förum í Rómverjabréfið, 12. kafla, og við skulum fara í vers 14, þá segir Páll, blessi þá ofsakeyður, blessi þá en bölvu þeim ekki. Hversu oft hef ég ekki verið að bölva fólki sem ég líkar ekki við. Og Biblían segir að orðum þínu myndu dæmdu verða og orðum þínu myndu sýknaðu verða. Mér langar bara að segja eitthvað frá því hvað Guð að tala við mig og hvernig hann að útskýra fyrir mér. Það skiptir ekki máli hversu miklar náðagjafir ég gefið þér. Það skiptir ekki máli hvað þú getur leitt marga til frelsis. Það skiptir ekki máli öll þessi kraftaverk ef að þú ekki með kærleika í lífið þínu. Því að það kærleikurinn sem þú tekur með til himna. Ef þú ekki með kærleika þá gerist ekkert hjá þér. Þannig að ég að biðja Guð að hjálpa mér og ég að reyna að gera mitt besta. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég hér í þessum söfniði hjá yndislegum hjónum, hjá Kitta og Dísu, og stundum þegar ég hef gert einhverja vitleysu, ég hef kannski sært Kitta og sagt einhverja vitleysu við hann og Guð segir við mig, farðu og biddu hann afsökunar, biddu hann að fyrirgefa þér og ég svona maldi í móinn, nei, ég get ekki, og hann segir farðu og svo þegar ég hringi Kitta þá eins og Kitti hafi verið að búast við mér og ég veit að Guð að tala við Kitta og Guð að segja við hann, yfir lítið hef ég sett þig, yfir mikið mun ég setja þig, þó að sé bara einn sauður, heimskur sauður sem að þú kemur á réttan stað, þá það mikill ávinningur. Þannig ég segi við ykkur, ég á besta stað í heimi, ég núna í æfingabúðum hjá Guði og ég með besta þjálfaran, Kitta og Dísu. Ég fór gifti mig núna Filippseyjum og ég get alveg sagt ykkur til þess að fá að giftast, þá þurfti ég að fá alls konar vottorð. Þetta var ekki alveg að ganga upp, ég þurfti að tala við konsulum hérna og mér fannst hún bara gekk ekkert. Mér langar að fara og bara og berja hana. Þetta kona. Ég bara svona gamall ofbeldiskall.
Þannig að ég fekk mér lögfræðing til þess að hjálpa mér og Guð byrjaði að sýna mér það sem að hann vill og það er það ef við förum í 2. Þessalóningabréf 3. kafla og í vers númer 5 og þar segir ég finna þetta hérna vers 5, hvað er þetta? En Drottinn leiði hjörtu í það til kærleika Guðs og þolgæði Krists. Það er Drottinn sem er að leiða mig inn í kærleika Guðs. Fyrir mér er þetta rosalega erfitt. Ég veit að þið eru alls ekki á það sama stað og ég. Vegna þess að þið eru ekki svona illa innrætt eins og ég var og þið eru ekki með þennan ófyrirgefningar anda. En Guð, hann er að leiðbeina mér, hann er að koma mér á réttan stað og ég er svo rosalega hamingjusamur fyrir það. Guð hefur líka verið að tala við mig að til þess að gera eitthvað það þarf að hafa trú og hann segir við mig til þess að hafa trú þá þarf að biðja því að trúin kemur að því að heyra orð Guðs og þegar ég er að biðja í tungum þá er ég í raun og veru að tala við Guð, að hann er að tala við anda minn og hann er að umbreyta öllu því sem er í mér. Er það að skilja mig? Fyrir mörgum árum síðan þá bað ég Guð að gefa mig konu. Ég var búin að leita konu. Og eins og þið vitið, ef þið biðjið Guð eitthvað sem er eftir hans vilja, þá segir hann já. Og ég var búin að biðja Guð að gefa mig konu. Síðan hætti ég að biðja Guð að gefa mig konu. Ég fór að þakka honum fyrir hann hefði gefið mig konu. Síðan kynntist ég konunni minni, en ég var búin að segja við Guð, ég vil bara fá kristna konu og góða konu. Og svo þegar ég er að tala við konuna mína, eða konuefni þá fer ég að spyrja hana hvort hún sé kristin. Þá fyrtist hún við og segir, já, hvað með þig? Ert þú ekki kristin líka? Konan mín, hún er núna í Filippseyjum og hún bíður bara eftir að fara að koma hingað og hún er sannkristin. Hún talar í tungum, hún fer að heimsækja fátækt fólk, hún gerir akkurat það sem ég vil gera. Fara út á meðal fólks og biðja fyrir fólki, sjá fólk frelsast, sjá fólk læknast. Ef að Guð gefi mér konu, þá getur hann gert allt fyrir ykkur. Nú veit ég að það eru hjón hér inni sem hafa lent í erfiðleikum og þetta er ekki þekkingarorð sem ég er að fá, ég er bara að segja ykkur það sem ég veit að þegar Jesús var að fara yfir á skipinu, eða bátnum og svaf niðri, að þá kom allt í einu svakalegu stormur. Bara allt í einu. Þetta var yfirnáttúrulega stormur vegna þess að ég veit að þegar ég les Biblíuna að þegar þeir voru að fara þá voru bátar sem eltu en þeir snéru við. Þetta var yfirnáttúrulega stormur. Póstularnir þeir héldu að þeir væru að farast og þeir fara niður og vekja Jesú. Þeir öskra á Jesú. Það er ekki Jesús allar að vakna, en það var öskra á hann. Er þeir alveg sama þó að við séum að farast. Stundum lendum við í svona yfirnáttúrulegum stormi. Og Jesús segir við strákana sína, hafið þeir enga trú. Það sem að gerist þegar við lendum í svona stormi, eins og þessu elskulegu hjón sem að lendi í þeim stormi sem þau hafa lendi í, er að þarna er óvinnurinn að koma með yfirnáttúrulegan storm. Stundum er þessi stormur þannig að þú ert með fyrirtæki og allt í einu byrjar peningaflæðið að stoppa og þú skilur ekki, þú veist ekki af hverju. Og þú byrjar að biðja Guð að hjálpa þér. En Guð segir, stað þú stöðugur og tala þú við storminn alveg eins og Jesús talaði við storminn og vatnið. Í grískunni er það þannig að þegar hann talaði við vatnið þá var það bara sss. Hann hastaði bara á þetta, sagði bara sss. Þannig átti að vera hjá okkur líka.
stundum þetta þannig hjá okkur að við förum í panik, við förum að gráta. Jakob segir, þið fáið ekki að þið biðjið illa. Ég hef oft lent í því. Þegar ég hef verið að biðja illa, það er út af því að ég er í röngum anda. Ég er að biðja eitthvað frá Guði, en ég er í ótta. Eða ég er í reiði. En Guð segir, án trúar er ógjörningur að þóknast mér. Þannig að þegar ég byrja að biðja Guð eitthvað sem mig sálega vantar, að þá biðja ég í tungum í klukkutíma, aðeins til þess að koma mér í gírinn á réttan stað. Síðan bið ég með mínu eigin tungumáli. En vitið, ég veit að þegar ég er búin að biðja, að því þetta er samkvæmt vilja Guðs, að þá segir hann já. En ef ég er í ótta, þá gerist ekkert. Ef ég er í reiði, þá gerist ekkert. Því þá ég er í röngum anda. Og eitt af því sem Guð hefur verið að tala við mig líka er það að ég má ekki öfunda fólk. Til dæmis, ég get ekki öfunda Pétur að því að hann er svo flinkur á gítar eða hann á svo flottan bíl. Það er ofta tíðin sem við erum að öfunda, eða sérstaklega ég. Af hverju gengur þessum betur heldur en mér? Þetta er eitt af því sem Guð er að tala við mig og láta mig hætta. Ekki öfunda, byrjaði að gleðjast með öðrum. Vitið það, Guð hefur líka verið að segja við mig, það er sumt fólk sem að spyr, þegar við erum að leggja hendur yfir sjúka og við sjáum fólk læknast, svo kemur einhver og hann læknast ekki og fólk spyr, veitu, af hverju læknast sumir en ekki aðrir? Af hverju læknar Guð þennan en ekki hinn? Og þá spyr ég, hvar stendur það í Biblíunni að Jesús hafi ekki viljað lækna einhvern? Jesús gat ekki læknað alla, það er alveg satt. Var það ekki út af því að þeir vildi ekki fá lækningu? Jesús undraðist þegar hann var í Nasaret að hann vantaði trú. Til þess að fá lækningu þá þarf trú. Er það að skilja með mig? Þú þarft að hafa trú. Ég segi stundum við fólk, ef þú vonast eftir því að fá lækningu, þá farðu aldrei lækningu. Vegna þess að vonin er einhvers staðar inn í framtíðinni, en trúin er núna. Þannig ef þú ert með von sem er inn í framtíðinni, þá þarf það að taka vonina þína og koma henni hér á þennan stað. Ekki vona, trúa. Vitið þið, elsku vinir, ég hef lent í 2 gríðarlega alvarlegum bílslýsum. Ég lenti í bílslýs á Holtavörðuheiðinni þar sem að öll vinstri hliðin á mér fór í klessu. Ég lærbrotnaði, ég mjaðmagrindabrotnaði, ég ribbeinsbrotnaði, viðbeinsbrotnaði, handleggsbrotnaði. Ég var í 3 mánuði á spítala, það var gerð aðgerð á mér og læknarnir sögðu við mig, þú mátti aldrei geta gengið eða unnið vegna þess að þetta er svo svakaleg meiðsli á þér. Vinstri fóturinn minnkaði. Læknarnir voru að segja við mig, þú þarft að vera með staf, þú þarft að fá innlegg til að geta gengið. Ég sagði við það nei, annaðhvort er minn Guð, Guð sem læknar eða hann er engin Guð. Þeir létu mig á morfínlyf, þegar við heyrt alveg það að vera að tala um ópíumóða. Þeir létu mig á morfínlyf að þeir sögðu, það eru taugaskemmdir hjá þér og þú myndi aldrei losna við þá. Þeir létu mig hafa þessi lyf til þess að ég geti verið að lyfjum sem eftir var. Ég sagði bara nei, ég skal taka þessi lyf meðan ég er hjá ykkur, en þið getið sjálfu þessi lyf ykkar. Ég hef ekki tekið þessi lyf síðan. Síðan nokkrum árum seinna þá lendi ég í bílslysi hérna á Reykjanesbrautinni. Þá hryggbrotnaði ég.
og ég spengdur og læknarnir sögðu, þetta svo alvarlegt, þú getur aldrei gengið, þú getur aldrei unnið. Og úr þessum 2 slysum þá ég dæmdur sem 50% líkamlegur öryrki. Og þeir sögðu að því að það svo mikið að verkjum og allt svoleiðis að þú getur farið strax á örorku. Og ég sagði þetta sama við þá, nei, það ekkert að mér. Guð búinn að lækna mig. Í þessu slysi hér á Reykjanesbrautinni þá rotaðist ég og þegar ég vaknaði úr rotinu þá heyrði ég að það var sagt við mig á ensku You are completely healed. Verkirnir, ef að þið getið ímyndur verki, ef að verkur upp á 10 það mesta sem hægt þá þessi verkur upp á 20. En samt var sagt við mig, you are completely healed. Þannig að þegar það var farið með mig á sjúkrahúsið og teknaði myndir af mér og þau sögðu þetta alvarlegt, þá var ég bara skælbrósandi. Ég vissi að ég myndi læknast. Það ekkert að. Læknarnir skildi ekkert í þessu, þeir voru alltaf að spyrja, finnir ekki til? Nei, ég finn ekkert til. Á ég að finna til? Svo fór ég að útskýra fyrir þeim hver Jesús Kristur sá sem að læknar og hefur alltaf lækna og mun alltaf lækna. Það segir í sálminu, hann læknar öll þín mein. Þannig þegar fólk kemur til mín og spyr, af hverju læknar Guð ekki mig, þá segi ég, það vegna vantrúar. Það ekkert annað. Vegna þess að þegar Guð segir, ég lækna öll þín mein, þá meinar hann það sem hann segir. Ef að ég með brauðrist heima hjá mér og ég setja hann í samband og brauðristin virkar ekki en ég veit að það rafmagn í húsinu, á ég þá að hringi í rafveitun og kvart yfir því að það ekkert rafmagn. Nei, það eitthvað að brauðristinni. Það eins hjá okkur vegna þess að við eins og brauðristin, að þegar Guð byrjar að tengja við okkur og ef það kemur ekki straumur inn á okkur, þá eitthvað að hjá okkur. En ég get alveg fullviss ykkur það, sama hvaða sjúkdóm þið eru með, að Jesús Kristur sá sem læknar. En hvernig öðlaðist ég trú? Jú, með því að hlusta á Guðs orð og taka við því inn í hjartað þitt. Jesús sá sem að læknar. Hann læknaði alla. Vitið þið, þegar Páll Póstili fór til Aþenu og var að predika, það voru aðeins örfáir þar sem að tóku á móti Jesú Kristi. Síðan fer hann og stofnar kirkju í Efesus og hann segir að hann í póstulasögunni að þegar hann kom þangað að tala við þá, að hann hafi ekki komið bara með eitthvað tal, heldur með undurum og táknum. Hann gerir sér grein fyrir því að þegar hann var að predika fyrir aþeningum, að hann hafði ekki gert neinn undur og tákn vegna þess í Grikklandi í Aþenu á þessum tíma, þá voru þeir með töfralækna sem að gerðu alls konar kraftaverk. Hafið tekið eftir merkinu á apatekum, það svona slanga og svona sproti. Ég hélt lengi vel að þetta væri frá Móse, en það ekki, vegna þess að Grikkir voru með lækningaguð og þessi lækningaguð þeirra fékk lækninguna sína frá höggorminum. Það var höggormur sem kom og gaf honum þessa lækningu. Þeir voru með risastór hof þar sem að þeir fóru með fólk inn þar sem var allt fullt af höggormum. En vitið þið, fólk borgaði stór fé og það var gefið einhver ólyfjan, einhver deyfilyf og fólk læknaðist vissulega, illir andar læknuðu, en fólk fekk alltaf aftur og aftur og aftur sömu einkennin, en þegar Páll Póstili kemur til Efesus, þá byrjar undur og tákn og lækningar og það sagt að fyrir hendur Páls Póstula hafi gjörst ótrúleg tákn og þegar ég var að tala ótrúleg tákn þarna í Efesus,
Veit ekki hvort þið vitið en Efesus var aðalborgin í litlu Asíu á þessum tíma. Ef einhver þóttist kunna eitthvað og vita eitthvað, þá fór hann til Efesus til þess að pröfa sig. Vegna þess að þar voru stærstu og óhugnanlegustu hofin. Þar voru menn sem voru í töfraskap og alls konar myrkraverkum. En það segir líka að Páll, fólk hefði tekið klæði frá Páli, lagt yfir sjúka og þeir læknuðust. En þessi ótrúlegu kraftaverk, ég verið að velta þessu fyrir mér, kannski var það að þegar hann var að biðja fyrir einhverjum, kannski var einhver sem hafi mist útlimi, að það var sagt ótrúleg kraftaverk, að fyrir augum fólks hafi útlimirnir vaxið. Vegna þess að sjá einhvern læknast, sjá einhvern sjónlausan, óhreinu andarnir gátu gert þetta, alveg eins og þeir gerðu þegar Móse hendi stafnum á gólfið hjá Faró, töframennirnir gerðu það sama. Þannig að ég segi við ykkur, Jesús Kristur, hann sá sem að læknar. Ég segi líka við fólk, ef eitthvað að hjá þér, leitaðu fyrst ríkis hans og réttlætis og þá fáið allt annað að auki. Talaðu fyrst við Guð veikindið þín, síðan getur þau farið að tala við læknana. Ég segi líka við fólk, ef þú ert á lyfjum, ef að læknir hefur sett þig á lyf og þú kemur til fyrirbæna hjá einhverjum og þú læknast, ekki hætt á lyfjónu þínum, vegna þess að það var læknir sem setti þig á lyf, þá var það læknir sem tekur þig að lyfjónu líka, vegna þess að þegar Jesús læknaði holdsveikumennina, að sagði hann við þá, farið og sýnið ykkur prestunum, af hverju? Af því það voru prestarnir sem útskurðu hvort að menn voru holdsveikir eða ekki. Þannig að þegar ég heyri predikar að segja, þú getur hætt á lyfjónu þínum, þá segi ég nei, nema viðkomandi sé læknismenntaður. Lyf lækna engan, það ekki eftir því, lyf lækna engan. Það Jesús sem læknar. Hins vegar hjálpa lyf okkur alveg óskaplega mikið. Þau vil hjálpa okkur með sársauka og allt það, en það Jesús sem læknar. Þannig ef að þið fáið lækningu hjá predikara, ekki hætt á lyfjunum, farið til læknisins ykkar og látið hann skoða ykkur, vegna þess að það segir í Biblíunni, elsku vinir, að vitnisburður 2 eða 3 tekinn gildur. Ef að læknirinn segir að þú ert heill og Guð segir að þú ert heill, þá ertu heill, vegna þess að þá mun líkaminn segja að þú sért heill. Hins vegar segir óvinnurinn alltaf, þú ert sjúkur. Þannig ef að líkaminn tekur undir það sem að óvinnurinn segir, þá ert þú búin að ónýta það sem að Jesús segir. Af því að 2 eru sterkari en 1. Og Jesús fer aldrei gegn því sem þú vilt. Þannig ég segi við ykkur, elsku vinir, ef einhver hér sjúkur eða sorgmæddur, eða einhver hér sem hefur ekki tekið á móti Jesú, þá skulum við biðja fyrir viðkomandi. Ef einhver með illt í bakinu, einhver með eitthvað sjúkdóm, skiptir ekki máli hvað það þá skulum við biðja með þér, vegna þess að Guð hér og Guð sá sem að læknar og hann læknar alltaf. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að ég máttu koma hér og segja frá því hvað þú ert að gera í mínu lífi. Þakka þér fyrir, Drottinn minn, hvern einn og einasta sem hér ég bið þig, himneski Faðir, og þú blessir hvern einn og einasta í Jesú nafni. Amen.